Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudegi. Við erum í svona aðventu feeling. Við erum með svona nokkra þætti þess sem eru einn gestur með svona rólegra spjalli mikilvæg mál. Og í gær þá kom hingað gestur til okkar, Sigurður Kristinsson, prófessor á Akureyri, og við ræddum svona hvað er eiginlega vandamálið með stjórnmálin. Og við ætlum að halda áfram með þann þráð og við fengið hingað Kristinn Má Ársælsson, doktorsnema í félagsfræði og stofnanda lýðræðisfélagsins Öldu, sem var hér áberandi kannski frekar í árunum eftir hrun heldur en núna, en ennþá á lífi. Svo við þurfum ekki að tala að lýðræðisfélagi Alda því vanda, því að við ætlum að tala vanda lýðræðisins og sem eiginlega samumræðinu vorum í gær, en við ætlum að kannski koma að þeim að svona öðrum sjónarhorni. Og velkomin, Kristinn. Og kannski rétt að bara byrja á byrjuninni og svona spyrja þá bara hvað er lýðræði og hverjir eru svona kostirnir við það og hvers vegna er svona erfitt að láta það að virka? Já, ég held að það ágætt að byrja bara á byrjuninni, sko. Lýðræði er náttúrulega kemur til með frönsku byltingunni 1789 cirka og tekur við af lénsveldinu. Þannig að við vorum í kerfi sem gekk út á það var svokölluð lokuð lagskipting, það er að segja að hverju voru þínir foreldrar réði því hvað þú yrðir í lífinu. Þannig að konungurinn kemur á konungsættum, eða foreldrarnir voru bændur, þá mjög líklegt að þú verið bóndi og svo framvegis. Það var bara, þú hafðir ekkert rosalega mikið val í lífinu hvað þú myndir verða. Og lýðræði kemur þarna til og sópar þessari samfélagsgerð í burtu. Þetta er í rauninni bylting kapitalistana sem ýtaðan til hliðar lénsveldinu og opna þar með lagskiptinguna. Það er ein breytingin, að fólk er ekki bundið lengur af ætt sinni og blóðböndum og þeir sem að ráða ríkjum er ekki lengur bara bundnir blóðböndum og koma bara í einhverju ættliði. Heldur því öll til hliðar og búið til svona opnara kerfi þar sem að fólkið í raun og veru, þeir sem voru þá borgarar og höfðu borgaraleg réttindi sem voru alveg bara ríkir kallar, fengu að velja sér leiðtoga eða fólk til að stjórna. Og þannig að þetta hugmyndafræði var að þarna var það fólkið sjálft sem að réði sér og fólkið var á þeim tíma skilgreint frekar þröngt, sko, og síðan víkkað út. Og samhliða þessu kemur hugmyndin mannréttindi mjög stertinn sem að hafði ekki ráðið miklu. Þannig að það eru mjög margar hugmyndir sem koma þarna fram sem eru tiltölulega nýjar og verða mjög útbreiddar á tiltölulega stuttum tíma. Þetta fer sagan á þessum tíma alltaf fram og tilbaka og svona mikið. Það er fram og tilbaka, lýðræði byrjar mistekst aftur í konungsveldi og svo framvegis, en svona smátt og smátt með aðgast þetta. Þannig að það er ágætt að byrja bara, grunnhugmyndin er mannréttindi, opin lagskipting, samfélag sem fólk getur, valið sér vinnu, staðla búa og svona mikið frelsi í því og það er búið að rjúfa þessi ættartengsl og að líðurinn ræður. Þannig að það er þessi grunnhugmynd. Það sem við skulum tengja það strax við, að strax í byrjun, strax bara 1780 eitthvað, 90, bara rétt í kringum frönsku byltinguna, eru fræðimenn strax farnir að greina hættur og vanda lýðræðisins. Hvar mun kreppa að? Hvar höfðu menn áhyggjur af því að eitthvað myndi bregðast og ekki takast, myndi ekki ná að uppfylla þessa svona ímynd lýðræðisins eða þær hugmyndir sem að liggja bak við lýðræði. Og við skulum bara byrja á byrjunum. Með því fyrsta sem að menn benda á áhyggjur af er þrælahald og er rasismi og framkoma gagnvart minnihlutahópum. Á þeim tíma var náttúrulega þrælahald talsvert útbreitt og menn höfðu áhyggjur af því bara strax í frönsku byltingunni sjálfri að menn myndu láta hjá líða afnema þrælahald og menn gagnrýna Condorcet til dæmis sem er einn af áhrifamestu mönnum sem tóku þátt í frönsku byltingunni. Þeir stofna samfélög til stuðnings svörtum og til stuðnings þrælum og til afnáms þrælahaldi og þeir hafa verulegar áhyggjur af því að þrátt fyrir að þarna sé að koma lýðræði, hugmyndum mannréttindi og jöfnuð og svona framvegis, að mann muni láta hjá líða að afnema það. Og það varð raunin alltaf í byrjun og það tókst ekki í byrjun, það tók talsvert langan tíma
nokkra áratugi þarna eftir og síðan í Bandaríkjunum og svo framvegis að afnema þrælahald. Þannig að fyrsta sem bara augljóst menn höfðu áhyggjur af því að þrælahald, hvernig var komið fram með minnihlutahópa á borð við svarta, að það yrði ákveðið vandamál. Og svo varð raunin. Og það var sama sér maður í greinum frá 1830 þegar tókveldin heimsækja Bandaríkjunum að þar hafa miklar áhyggjur af stöðu svartra og þrælahaldi og svo framvegis. Martin Noe, nákvæmlega sama bresk kona sem fer til Bandaríkjunum og skrifa bók og þetta eitt af það sem henni fannst svona erfiðast að horfa upp á í Bandaríkjunum sem átti að vera svo lýðræðisleg, framkoma gagnvart minnihlutahópum og hún bæti þá við sem þá annað atriði, sem þá annar svona hópur sem stóð höllum fæti þá eru konur. Og staða, semst almennt, svona með því fyrsta sem benda á strax ofríki meirihlutans og hérna valdamiklu gagnvart þeir sem hafa lítil völd og eru jaðarsettir. Þannig að menn hafa áhyggjur þessi bara strax 1700 bara í frönsku byltingunni og fyrstu áratugum lýðræðisins. Það ekki þá vandinn sá að okkur áhyggjur á því að lýðræði sé ekki nógu vítt skilgreint á meðan að kannski þeir sem að fara með það líta á það sem tæki sem að borgarastéttin hafði fyrir sína byltingu og markmið hennar var aldrei annað heldur en að bara betursettur kallar næðu völdum og þeir myndu njóta ávaxta lýðræðisins og geta búið þar sem þau vildu og ferðast þar sem þau vildu og orðið þjóðhöfðingjar ef þau vildu og þar framtökutunum. En þetta var aldrei, uppfælur hugmyndinni var aldrei að þetta myndi endilega seytla niður til allra. Ja, þetta voru náttúrulega átök. Þú veist, yfirlýsingin sem er gefin út í frönsku byltingunni tiltölulega almenns eðlis og upplýsingin og þeir sem voru undir áhrifum frá upplýsingunni og þessi hugmynd mannréttindi kemur tiltölulega skýrt fram í byrjun og það bara síðan verður áherslu munur á hversu langt á að ganga og svo fram. Svo til dæmis varðandi deiluna afnám þrælahalds að þá meiri sér þeir sem voru fylgjandi því að afnema þrælahaldið voru á því að það þyrfti að gera það í skrefum. Þeir hugsuðu með sig, þeir myndi afnema í einu skrefi að þá myndi það bara leggja Frakklandi í rúst á einni nótu. Ég held að það er svo mörgulega alveg rétt. Efnahagskerfi Frakklands á þenn tíma byggði á stórum hluta á þeim vörum og þeirri framleiðslu sem kom frá nýlendunum og þrælahald. Og ef þau bara afnetta með einu pennastriki á einni nótinu þá Frakkland sem að, eins og við vitum, var að gangi í gegnum hungursneyð og gangi í gegnum í efnahagslegum tímabil, hefði bara gjörsamlega hrunið og farið í tætlu. Þannig að meira segja að í því debattið þá var á milli þeirra sem vildi ekki afnema og mikla ríka hagsmuni sem áttu nýlendunum svo framvegis og sérstaklega nýlendu herrarnir á plantekurunum sjálfum og svo framvegis og mótið þeim sem voru fylgjandi því að afnema. Meira segja þeir sem voru fylgjandi að afnema voru við erum að gera því skrefum og svo framvegis. Þannig að það kannski hluta ástæðan fyrir að tóka aðeins lengri tíma en það breytiði ekki að það var alveg augljóst alveg frá byrjun að þessar hugmyndir að þetta ætti að vera vítt, að konur ætti að vera með, það var strax barátt þær 1780 og þannig bara sér maður strax að þarna eitthvað atriði þar sem að skóginn kreppir í byrjun baráttunar og það snýr að minnihlutahópum og hvernig komið fram með það sem að standa illa og þetta af þrælahalds afleiðinni af afleiðinni og stöðu kvenna í samfélögum og svo framvegis. Það eitt atriði. Annað atriði sem að menn alltaf gagnrýna samhliða því nýlendustefna og svo framvegis, samskipti gagnvart öðrum ríkjum og hvernig það farið fram gagnvart öðrum landsvæðum og öðrum hópum og þjóðum fólks allan heim. Og svo náttúrulega kemur Marx til og fyrir að gagnrýna arðrán og kapitalisman sjálfan. Þetta að lýðræði og kapitalismi séu náttúrulega bundin við nánum böndum og kemur fram með þá hugmynda að í lýðræðisríkjum sé verið að arðræna fólk og koma illa fram við þá sem að standa höllum fæti, þessi verka fólk, launa fólk á þeim tíma og segir á sama tíma að lýðræði sé í rauninu bara þjóð auðvaldsins og svo framvegis. Þannig að það strax komið fram í sig. Þá voru náttúrulega örygarnir ekki með atkvæðarétt. Nei, ekki neitt á þeim tíma. Þá voru raunverulega utan lýðræðisins, ekki bara utan efnahagskerfisins eða fórnum þess, þetta bara utan hins borgaralega samfélags. Og ekki enn búið að afnema þrælahald alls staðar og svo framvegis. Þannig að það var mjög margt sem stóð út af borðinu sem hefur síðan þá breyst hvað þetta var. En hugmyndin að það séu mjög sterkt tengsl og mjög mikil áhrif fjármagnseigenda á lýðræði og ákvarðanatöku komin fram þannig strax í byrjun. Og sama með skekta og slæma stöðu minnihlutahópa og þeir ekki rödd. Og svo framvegis í kerfi komin strax fyrir 1850 og löngu fyrir. Skilur, þessi krítík komin fram.
Síðan kemur svona kannski aðeins seinna kemur fram svona kritík á það að það sé talsveit ólíkarkísk tilhneiging í lýðræðinu. Það er að segja að það virðist vera, þetta svona í byrjun 20. aldar, alveg svona í blábyrjun og þá fara menn að segja að svona af reynslinu og svolítið furðulegt hvað völd virðist þjappast saman á toppnum og hvað verðist, sko lýðræði virðist vera svona að hafa á tilhneigingu að völdin þjappist á frekar þröngan hóp almennt og ekki bara almennt í kosningalýðræðinu, það er að segja hjá ríkisvaldinu heldur bara, menn var bara svona í félagasamtökum, í félögum og svona, það bara þessi tilhneiging einhvern veginn að. Einhverjir í forsvari og valdspillir og allir þessi, þú veit, gamla góða saga hvað það var. En ég held sem er mikilvægt þegar við hugsaum það vanda sem að lýðræði glímir við í dag, að setja það í sögulegt samhengi og átta okkur á því að mörg, ef ekki flest, af þeim vandamálum sem við stöndum fram í fyrir dag, eða flest af því sem er gagnrýnum í lýðræðinu í dag, eru vandamál sem að voru ljós strax í blábyrjun og fræðimenn voru búin að benda á bara fyrir 1850 var bara yrði vandamál að tryggja að meirihlutinn og þeir sem hafa mikil völd myndu ekki kúga minnihlutana og myndu ekki kúga það í þeim tíma að það væri mjög sterkt tengsl á milli þeirra sem að stýra atvinnulífinu eða stýra atvinnutækjunum sem framvegis og þeirra sem taka ákvarðanir á pólitíska sviði. Og þessi atriði, og við horfum bara yfir sviði í dag, baráttu svartra í Bandaríkjunum fyrir sínum réttindum innan lýðræðisins að þau hafi rödd, kvenna, ýmissa annarra jaðarsettra hópa. Þetta eru með mest áberandi baráttu sem við sjáum í dag, eins og Black Lives Matter í Bandaríkjunum svo framvegis, að berjast fyrir því að standa jafnfætis öðrum í sínu samfélagi, njóta sömu réttindi að vera ekki kúgaðar af lögreglu og yfirvöldum og svo framvegis og eiga rödd. Men þetta er annað eitt. Og hitt síðan þessi baráttu sem við sjáum undir formarkinn gegn 1%, það er þessi gríðarlega sterku tengsl, svona revolving door á milli stjórnmála og viðskiptalífs og áhrif Wall Street í Bandaríkjunum og svo framvegis á stjórnmálin þar. Mikið af rannsóknum í dag sem sýna fram á að það eru mjög sterk tengsl á milli þess hvað stjórnmálamenn gera og hvað hagsmunasamtök ríkra vilja og eða hvað bara ríkast 1% almennings vill að gerist. En mjög lítil tengsl á milli þess sem að stjórnmálamenn gera og þess sem að hafa það hvað verst vilja. Sérstaklega, þetta er rannsóknir sérstaklega í Bandaríkjunum. Þannig að þarna sjáum við þessi megin atriðin í gagnrýni sem kemur fram bara á 19. öld eru ennþá vandamál sem við erum klíma með í dag. Við skulum alveg á hreinu að það hefur einhverju miðað í rétt áttu, þannig að það er ekki aðbúnaði verkafólks er ekki eins slæmur og var 1850 þegar Marx skrifa á flestum Vesturlöndum að minnsta kosti. Og borgaraleg réttindi þrælahald var afnumið, borgaraleg réttindi hafa aukist og framvegis, en sömu stefin eru ennþá kjarnin í vandanum sem við virðumst vera að klíma við. Það er að segja að það lýðræði sem var skipulagt og stillt upp á sínum tíma nær ekki að uppfylla þessar svona hugsjónum lýðræði. Það er að segja að þetta sé fyrir fólkið í anda mannréttinda og jöfnuðar, allir hafi tækifæri, allir hafi rödd, öllum sýnd virðing og það, þú veist, ekki þeim andaði sem einhver kúgun meirihluta og minnihluta, það sé ekki einhverjir litlir hópar sem hafi miklu meira vægi á kostnað annarra og einhverjir stórir hópar samfélags eigi ekki rödd og það séu þeir hópar sem hafa það hvað verst í samfélaginu. Þetta var bent strax í byrjun, mennið áhyggjur af þessu og þarna stöndu við vissuleyti enn. Ok, þú fer svona aftarlega í sögunni og talar að hafi margt skánað. En er sagan endilega bein lína svona skáhalt upp á við? Almennur kosningaréttur, hann kom svona í upphafs áratugum síðustu aldar, Íslandi 1915 og svo var farið að kjósa upp úr því og almennur atkvæðaréttur hafði áhrif á stjórnmálin á Vesturlöndum. Að hinn ríku óttuðust að almenningur myndi nota vald sitt til þess að skattleggja hina ríku og að sumarleyti þá gekk það eftir því að nú til þess verið að benda á það að þeir eru búið að lækka skatta á hina ríku að þeir fóru jaðarskattar á ríkasta fólkið í Bandaríkjunum og í Bretlandi fóru upp í 85-90% á tímabili og mögulega var það bara afleiðing af
almennum kosningarétti og auknu vægi fátækari, almúans, verkalýðsins eða almennings á stjórnmálin. Við hérna heima getum ég bent á það sama að 1916 þá eru stofnaðir stjórnmálaarmar fyrir bæði verkalýðshreyfinguna og samvinnuhreyfinguna og raunverulega náð þessar hreyfingar völdum 27 þegar Alþýðuflokkurinn styður minnihlutastjórn Framsóknarflokksins og það ekki fyrir 1940 að borgarastéttin nær aftur inn í ríkisstjórnina þegar Sjálfstæðisflokkurinn sem eiginlega útgáfa borgarastéttarinnar af alþýðustjórnmálum að finna einhverja leið til þess að komast inn í þau að borgarastétt kemst aftur til valda 1940. Á þessu tímabili frá 27 til 1940 gerist ótrúlega margt í því að byggja upp samfélag sem að hentar betur almenningi. Það ekki bara almannatryggingastofnaðar og ýmiss konar réttindi launafólks og vinnulöggjöfin og guð má vita hvað ekki, heldur líka bara Landspítalinn byggður og eitthvað fleira sem að borgarastéttinni datt aldrei í hug því að hún hefur aldrei stólað á svona almenn kerfi. Þannig að hvort eigum að horfa á þetta sem svona við sem hægt og bítandi á leiðinni að betra lýðræði og kannski getum við farið hraðar en við erum vissulega á réttri leið eða eigum að horfa á það þannig að lýðræðið byrjar gallað, það ólétt af meiri kröfu auki lýðræði og opnara samfélag og frelsi fleira og að sömuleyti næst svona smá árangur af því en síðan kannski við getum bara nefnt nýfrjálshyggjuna sem frá svona 1980 þá hafi svona hægt og bítandi þessi allavega réttur almennings minnkað, áhrif almennings á stjórnmálinu minnkað þó svo að við getum bent á að ýmsir hópar eins og konur og svartir að þeir eiga fleiri fulltrúa inn á þingunum og þeirra sjónarmið eru meira áberandi en kannski svona meginþorri almennings upplifir það ef þú ert ekki, ef þú tilheyrir ekki millistéttinni eða efri millistéttinni þá þetta ekki stjórnmál fyrir þig og sá hópur skilinn eftir. Hvort þetta lína upp á við eða bunga. Og lína þar með við á leiðinni niður á við. Ok, vínuflókið, en þetta ekki beinlína, þetta ekki beinlína á öllum sviðum, en við getum þannig að ef þetta lýsa sem einhverju línu og kannski getum við líka, það mjög oft þannig að þetta svona sveiflast í kringu línu fyrir svona aðeins upp fyrir og aðeins niður en við erum samt á leiðinni rétt og sumir fræðimenn halda því fram að lýðræði sé þess eðlis og það leiðréttir sig smátt og svona þetta bara fólk sé óþolinmótt, þetta bara taki tíma að komast í gegnum þetta allavega taki bara nokkur 100 ár að komast í gegnum alla sögun, allan kúltúrin af rasisma og feðraveldi og svo framvegis. Sumir fræðimenn halda því fram. Ég er að skjóta inn að þetta í anda söguskoðunar nýfrjálshyggjunnar sem allt jafni sig og allt verði betra raunverulega hægt og rólega og raunverulega ætti þú bara að fara í aftursætið og bíða því að sagan mun koma með hina bestu niðurstöðu til því þú þarft ekki að berja svo mikið fyrir því. Já, og maður heldur ekki gleyma að Marx sem með sömu skoðun og því líka að þetta muni á endanum allt leiða til hins fullkomna útópíska samfélags. Þannig að það nú ekkert óæðilegt, en í þessar kenningar aðeins annars eðlis það bara alltaf fram að lýðræði þess eðlis að lýðræði læri. Lýðræði þessi kerfi sem að smátt og smátt svona læri að fyrir kannski aðeins tilbaka, en það smátt og smátt svona læri af reynslunni og svona mjaka sér rétt átt. Og hvort að menn hafa rétt fyrir sig það, og þetta sem augljóst að það svona fram og tilbaka og svona sumt. Og það þurfum líka að splitta þessu aðeins upp. Þannig að eins og þú bendir réttilega á, það ekkert allt á nýfrjálshyggjutímanum alveg rétt að staða launafólks miðað við tímabilið á sósíaldemókratíska tímabilið frá 40 til 80 ekki eins sterk og það ekki sterk barátta almannasamtaka, það ekki eins sterk tenging milli ríkisvaldsins og verkalýðshreyfingar og svo fram. Það ýmislegt svoleiðis og við vitum það bara, það eru laun staðna í mörgum löndum en það ekki launaþróun hjá verkafólki heldur ekki í takt við kaupmátt eða þess að en gerum það hjá ríkari hópum og þeir verða ennþá ríkari þá framvegis. En á sama tíma, menn það er mjög mörg réttindi, staða svartra, kvenna, samkynhneigðra, annarra hópa, jaðarhópa hefur batnað mjög mikið víðar heim í gegnum bara á þessu tímabili. Þannig að þau réttindi og þeirra staða í samfélögum, hvað bara það, að vera hluti af samfélaginu, það hefur áframvaxið á nýfrjálshyggjutímanum einhver leyti. Þannig að þessu líka ójafnt dreift. Hvað að gerast á hvaða tímabili, hvaða barátta í forgrunni og svo framvegis mismunandi.
og við sjáum það í dag, núna sjáum við mjög mikið, margar af þessum baráttum í gangi á sama tíma. Við sjáum mikla baráttu, miklu meira en gert í svolítinn tíma af baráttu svona í anda stéttarstjórnmála og stéttabaráttu og baráttu lægri tekjuhópa og þessari svona baráttu gegn 1% og kapitalistum sem svolítinn tíma var bara ekkert í forgrunni. En við líka sjá á sama tíma eins og MeToo og mikla baráttu annarra hópa og baráttu kvenna fyrir gegn ofbeldi og svo framvegis. Þannig að það mjög margar baráttur í gangi og aftur á sama tíma mjög mikið svona óþreyja og óánægja með stjórnmálum, miklu meiri núna heldur en hefur verið í talsvert langan tíma. Og tengt þessu, ein kenningin þetta svo að í kapitalismu og lýðræðisríkjum að þá sveiflustu á milli þessara tímabila sósíaldemókratisma og nýfrjálshyggju eða svona frjálshyggjutímabila. Og að þessum tímabilum þau séu bara pínulítið ólík. Sósíaldemókratísku tímabilin einkennast af mjög sterkum almannasamtökum sem eru mjög öflug og virk og í samtali við ríkið hvernig á að stýra hlutunum og hvert á að fara inn í framtíðan og sjá fyrir sér framtíðarsýn. Á meðan frjálshyggjutímabilin einkennast að því að rjúfa tengslin á milli þessara samtaka og ríkisins og láta markaðinn stýra efnahagslífinu og koma honum áfram. Og að þetta náttúrulega hefur einhver áhrif á það hvað til tals og hvað mikilvægt og svo framvegis. Og við séum á frjálshyggjutímabilin þess vegna ekkert skrítið að þegar sósíaldemókratiska tímabilinu lauk með kreppu og það kemur til sögunar ný hugmyndafræði sem ekkert ný, hún bara nýjum búning, þess vegna kallar hana nýfrjálshyggju, að þá verið að leysa vanda sem fólst í því að vera skipuleggja efnahagslífið með þeim hætti að vera í svona ríku samtali og það bara sagt, nei, við þurfum að láta markaðinn sjá hvernig hlutin að gera og þar með veikist þessi almannasamtök á þeim tíma og svo kemur hrun og kreppa 2008 og þá allt í einu vaknar fólk upp og segir býtum við, erum við kannski búin að vera að veðja á rangan hest hérna það að segja hvað var frjálshyggjuna og þessu hugmyndafræði og þá opnast umræðan hvort við að fara tilbaka og við sjáum alls konar svona hópa og samtök sprett upp sem voru kannski í dvala eða voru bara ekki til staðar. Þannig að svarið sumir segja við sum og ef þú skoðar heildarsum þá þetta svona mjakast að mörgu leyti í ákveðna átt en þetta samt svona upp og niður og getur sveiflast milli tímabila og fyrir því sumir fræðimenn eru með þá kenningar að það sveiflist með þessum milli bara tveggja tegunda tímabil og samkvæmt þeirri kenningu ættu við semst núna að vera sigla inn í sósíaldemókratískt tímabil og eftir að hafa verið í svona frjálshyggjutímabili. Og þá útvíkkun lýðræðisins eða þessar hugmyndar að hafa opnara lýðræði og meira frelsi til fleiri. Er það einkenni? Ég samt að aðaleinkenni á sósíaldemókratíska tímabilinu eru öflug almannasamtök og samtal þeirra við ríkisvaldi frekar heldur en endilega opnarlega. Því eitt af því sem ekki ljóst að lýðræðið sjálft, það að segja stofnanirnar, hvernig við framkvæmum lýðræði með kosningum og framkvæmdavald og löggjafarvaldi og þessari skiptingu og það mér finnst ekkert augljóst að það sé að hafi þróast náttúrulega svona mikið Það þessar stofnanir sem voru búnar til að við mætum í kjörklefa og setjum X við flokka þetta þróast aðeins þannig byrjun aðeins mismöndum milli landa en þetta tiltölulega svipað að fólk mætir tiltölulega sjaldan og setur X við flokk eða einstakling sem tilheyrir flokki til þess að fara með völd í 4 ár og síðan aðkoma almennings á öðru leyti tiltölulega lítil og það ekki lýðræðið sjálft hefur ekki verið í 230 ár í stöður í framþróun og við erum alltaf að prófa eitthvað nýtt og einhvern veginn að þróa okkur áfram með lýðræði. Þannig að það að fara inn í, segjum svo sem að fara inn í sósíaldemókratískt tímabil ekki neinn sérstaka ávísun á það að segja verða mikla breytingar á lýðræðiskerfinu sem slíku endilega. Og þú veist, þannig að þegar við förum á milli svona þegar við farum í kreppur og ekki kreppur og það verið tímabila sem mikil barátta almannasamtaka og svo framvegis. Með eins og því tímabila sem var nefndin í 1916 til 1940 á Íslandi ekkert endilega það tímabila sem voru mjög róttækar breytingar á lýðræðis fyrirkomulaginu sjálfu. Það að segja hvernig þetta allt skipulagt og unnið, hvaða stofnanir við erum með. Þessar stofnanir eru tiltölulega svipaðar og það eru auðvitað alltaf einhverjar breytingar en það eru í grunninn þessi hugmyndum fulltrúalýðræðið að almenningur fá að kjósa valdhafa sem að fara með þeirra völd hún tiltölulega stabíl
Það er kannski munurinn sá að frá 1916 til 1940 þá hafði fólk trú á því að þetta fyrirkomulag myndi skila sér árangri sem að eiginlega svo liggur við að segja almenn afstaða í samfélaginu í dag að svo sé ekki. Það mikill meirihluti almenning sem upplifir sig svikin að þessu kerfi, finnst þetta vera ekki ná utan þau mál sem máli skipta, finnst stjórnmálastéttin vera einangruð og án tengsla, að hún eiginlega hafi meiri tengsl innbyrðis, að hún snúi sér kannski að kjósendum í aðdraganda kosninga en snúi sér svo bara hvort á öðru og semju skipti valdana sín á milli. Það svona ein almenna afstaða Íslendinga. Við tökum aftur dæmi, fólk klæddi sig upp 2016 til 2040 og fór og greiddi atkvæði vegna þess að það við trúa því að það var að taka þátt í að byggja upp nýtt Ísland. Núna mætir meginþorri almenning með hundshaus á kjörstað og velur út eitthvað, krossar við eitthvað af frekar nokkrum slæmum kostum. Já, ég held að þetta sé alveg réttlætanleg lýsing að fólk mist trúna á stjórnmálum. Hvað gerðist? Hvað klikkaði? Það mjög áhugavert að frá 1940 til 80 að þá treystu með þess að ríkasti hópurinn í Bandaríkjunum treysti stjórnmálunum meira heldur en þeir sem voru í millistétt eða lægri stétt á sósíaldemókratískt tíma. Þannig að á því tímabili var traust á stjórnmálum bara í Bandaríkjunum miklu meira heldur en það í dag. Og það traust byrjar að dvína eiginlega bara mjög stuttu eftir 1980 með tilkomu frjálshyggjunnar. Og sérstaklega það áhugavert því að flestir myndu nú segja að hagur kapitalista, hinna ríkustu, sínum betur borgið á tímum frjálshyggjunnar heldur en á tímabilinu 1940-80. En samt treysta meira þess að kapitalistanir stjórnmálunum betur 1940-80 heldur en 1980 og síðar. Það er tvennt, við þurfum að hugsa tvennt. Annars vegar held ég bara að retóríkin, umræðan breytist. Hún breytist frá því að vera skipulag þar sem að grunnurinn í stjórnmálum gekk út á samtal milli valdhafa og samfélags. Samtal við almannasamtök. Það þurfti virkt samtal við til þess verkalýðshreyfingu til þess að stýra efnahagslífinu. Þannig bara skipulagið var annars eðlis. Meðan að á frjálshyggjutímanum þetta slitið í sundur og tala að það sé hættulegt. Það hafi ekki reynst vel og þess vegna þurfti að skipta kurs og nú að treysta markaðnum og þá breytist umræðan til dæmis bara ríkisvaldum. En við þekkjum þess að umræða á þessu tímabili var að tala að stjórnmálamenn séu alltaf fyrir og opinberir starfsmenn séu spilltir og það bara gangi ekkert að reka hlutinu með ríkisvaldi og einhverjum virkuðu samtali. Þannig að umræðan í áratugi verður á þá leið að í ríkisvaldi sé vesen og til vandræða. Þannig að það kemur svo sem ekkert mikið óvart að það hafi einhverja áhrif á fólk sem horfir á stjórnmálum og segir að það er bara endalstur að tala hvað þetta allt ómögulegt þarna. Og sama tíma rofnar þessi tenging. Það er ekki þessi virka tenging fólks í gegnum sitt félag upp í einn efri lög sem eru teknir ákvæmum. Þetta annað. Hitt síðan og það eru fleiri þetta, við getum tælað stjórnmálaflokkar. Stjórnmálaflokkar á þessum tímabili hafa veikst gríðarlega. Í flestum löndum hefur meðlumum fækkað mjög mikið og ef þeim hefur ekki fækkað þá að minnstakosti tengingunni milli flokksins og meðlumina, hún hefur minnkað og rofnað eins og við þekkjum bara meira sem 1980 eitthvað, þá voru stjórnmálaflokkar stóðu fyrir alls konar skemmtanahaldi og voru bara með bingo og dansleiki og svo framvegis og bara miklu ríkari tengsl við almenning á milli kosninga. Fór í ferðir og svo framvegis, þetta er nánast úr sögunni í dag. Það er eitt annað sem bara, það rofnar þessi tengsl á milli almennings í gegnum félög, hvort sem eru stjórnmálaflokkar eða annars konar félög og ríkisvald. Hitt síðan að kemur alltaf bara 2008 er hrun. Það bara fólk missir trú á kerfinu og það bara fer að glitta í bresti og fólk sér og fer að setja hluti í samhengi sem að gerði ekki áður meðan hlutinni gengur vel og hagvöxtur og þeirra lífsgæði héldu áfram að aukast og allt var bara gekk vel. Leið og að kemur babb í bátinn, þá fer fólk að tengja saman og setja saman hluti sem að kannski sætti sig við áður en sætti sig ekki við seinna. Þannig að það er síðan annar hluti sem eins og við töluðum í síðasta þætti Sigurði. Það er augljóst að fyrir 2008 er traust á stjórnmálamönnum í Íslandi 40%, sem að treysta Alþingi, fenni í 20% og er bara fast þar eftir.
Það augljóst að það vegna hrunsins, það engin önnur skýring á því. Þetta þarna verður hrun sem fólk setur saman. Þetta mjög klassískt í kenningum stjórnmál, sko, til dæmis kenningin okkur stjórnmálaflokkar hrynja, að það gerist að þannig að stjórnmálaflokkar færa sig svona smátt og smátt frá því hvað þeir voru. Þetta samt svona boiling frog dæmi, það sem svona, tekur ekki alveg eftir, svona smátt og smátt aðeins að færa sig frá byrjuninni. Svo kemur einhver krísa eða kreppa, þá tekur fólk eftir. Þetta ekki flokkurinn sem ég studdi á sínum tíma, hann kominn eitthvað langt út af leið. En það þarf sko krísu eða kreppu til að fólk setja það í samhengi. Þetta bara mjög svipað, þannig að þegar þú sér stjórnmálaflokk hrynja þá yfirleitt út af þessu. Hann svona færir sig smátt og smátt af sinni braut, fer í einhver aðra átt. Svo kemur einhver krísa, lendir í einhverju vandræðum og þá horfir fólk á flokkinn svona gagnrýnu og segir, þetta ekki minn flokkur lengur, ég tengi ekki við þetta, hann kominn á braut. Og það sama með frjálshyggjuna, að fólk, þetta var bara fólk upplifað, þetta bara komið eitthvað út af braut og það þarf ekki að lýsa því fyrir Íslendinga. Við allir eftir þessu með hvernig eru upplifað þetta bankahrun og hvernig bankarnir voru reknir og alla þessa umræða sem var í kringum efnahagslíf á Íslandi og þetta brjálaða efnahagsundur sem var hérna 2007 og svo framvegis. En getur verið að þetta tvennt eigi við að þú lýsir því hvernig svona stjórnmálaflokkarnir fóru að hörna svona frá 1980 við minni þáttaka og minni tenging almennings við það, að svo þegar hrunið kemur og þá þetta eins og þá standa flokkarnir á svona þynnri ís, það búið að grafa undan því og svona tengslir út í samfélaginu öðru og veikari, svo kemur hrunið og afhjúpar sko afleita stefnu sem hafði verið áður, að þá hafa sko flokkarnir ekki sko neitt endurnýjunar getu til þess að ná sér aftur upp í þó þessi 40% sem að trausti var áður. Ég held að það sé ekki spurning, sko, ég held að það sé hluti. Önnur kenning sem að fræðimennir eru með hvað þetta varðar að þegar að flokkar eru komnir í þá stöðu að það mikið vantraust gagnvart þeim, að þá lokaði þessu svolítið af. Það ein kenningin sem sagt, að þegar þú mætir miklu vantrausti þá þorir ekki út á akkurinn, þú þorir bara ekki að stíga út nema þú ert alveg öruggur með eitthvað atriði, annars bara svona lokar þig svolítið inni og þá, þú veist, það kemur í veg, þannig að vantrausti býr til svona bara vítahring í raun og veru. Þar sem að það svo mikið vantraust að þegar stjórnmálamaður stígur fram á vettvangi þá hann laminn alveg í klessu, þú veist, opinberlega og á almenningi. Þannig að hann þorir ekki að fara aftur út nema bara með eitthvað sko algjörlega pottþétt eða þú veist til að berja á einhverjum öðrum og það verður svona vítringar, verður svona svolítið gölluð stjórnmálamenning af þeim sökum, skilur. En hérna, já, og síðan önnur náttúrulega kenningin að þú veist að populismi sé náttúrulega mjög líklegur við svona aðstæður. Það sem er lítið traust, þessi lítil tenging, almenningur er mist trú á stjórnmálunum algjörlega. Þegar sko nýfrjálshyggjan kemur inn, að þá takaði við, það var vissilega kreppa, og það var mikil verðbólga og hafði verið efnahagskreppa á undan og vandamál. Og það er henni taka við, en traust á stjórnmálum á þeim tíma var í þokkalegu lagi. Og við sáum heldur ekkert, við þau skipti var þetta ekki bara á milli nýfrjálshyggju og populisma. Það voru mjög lítið það í kringum 1980 að það væri mjög mikið populísku öfl. Núna hins vegar sjáum við á tímabilið það sem er mjög lítið traust á stjórnmálum og þessi tenging milli almennings og stjórnmála er rofin. Það er frjór jarðvegur fyrir populisma. Það sem að fólk kemur fram og segir, það er spillt elita hérna, spilltir valdhafar, spilltir stjórnmálaflokkar sem hafa yfirgefið almenning. Og það frjór jarðvegur bæði til hægri og vinstri til þess að spila á þessa populísku strengi. Almenningur á allt gott skilið og hann hefur verið svikinn af pólitískri elitu og það passar alveg við það að koma inn í tímabilið þar sem þetta traust er hrunið og horfið. Og þess vegna getur brugðið til beggja átta. Það getur brugðið til fasískra átta, þar sem það verður enn meiri kúgun að vinna með þetta hópum og svo framvegis sem við sjáum vísbendingar í mörgum löndum. En það getur líka brugðið hinn áttina sem við sjáum styrkingu almannasamtaka og aukið samtala milli stjórnmála og almennings og jafnvel sko valdeflingu minnihlutahópa getum við líka séð koma út úr slíku ástandi sem ákall ný og breytt stjórnmál. Við sjáum þetta birtist bara aftur í Bandaríkjunum milli Trump og Bernie Sanders. Þetta eru tveir það sem mætti skilgreina sem popúlíska leiðtoga sem að nýta sér þá svona umræðu hefð að það er einhver spilling. Bernie bendir á 1% Wall Street, Trump bendir á menntaelítu og Washington og mýran fúafenni sem er þar
En báður segja þessi einhverja elítur sem eru að stjórna og tóa í spottana bak við tjöldin og báður segja að þau eru að bæta stöðu almennings en hún algjörlega ólíkum áttum að sjálfsögðu. Svona lýðhyggja og lýðskrum útgáfur af populisma. En það eitt sem við datt í hug þegar að tala sko muni núna eða 1980 þegar eru svona skil í stjórnmálunum að það sem eru einkennt síðustu ár að svona sem koma nýjir og eru ekki skilgreindir sem hluti af stjórnmála elítunni að þeir ná yfirleitt árangri í kosningum. Trump var dæmi 2016 og meira segja uppgangur Johnson í íhaldsflokknum, Macron í Frakklandi og þetta taka svona endalaus svona dæmi. Og ef þetta ef við erum að horfa á sko, stjórnmálaflokkana hrörna og tengst þeirra út í samfélagið minnka, að þá náttúrulega auðveldra fyrir einhvern að koma bara out of the blue, því að raunverulega hann með sitt erindi og bara 7 vini sína eiginlega samskonar stofnun og gömlu flokkanir sem að var ekki raunveruleiki 1980, þá gæti ekki komið bara og ætla að vera að keppa við breska verkamannaflokkin sem með rætur inn í alla verkalýðshreyfinguna og djúpa rætur út allt samfélag, en núna er kannski ástæðan fyrir það hvað auðvelt að koma inn að gömlu flokkanir eru svona lítt tengdir og raunverulega veikir og kannski ekki svo ólíkir populistunum, að það kannski að þeir eru orðnir populískar elítur í gömlum stofnunum sem að eru hættar að virka og hegða sér raunverulega á markaðstorgi stjórnmálana svona eins og populistar og þá kannski ekki furða þótt að það sé pláss fyrir Donald Trump eða eitthvað slíkan sem að raunverulega spila bara saman leikinn. Já, ég held að þetta sé ágætt því og það náttúrulega líka ein kenningin þarna að vægi fjölmiðla auki sko, í gamla daga þá gekk þetta meir út að þú þurftir að fara milli húsa og banka á dyr og taka í spaða og raunverulega vera í persónulegum tengslum til þess að vinna einhverja kosningabaráttu. Þannig að kosningabaráttu í dag það er misjafnt milli landa, ég meina í sumum löndum ennþá farið og bankað á dyr sko, og talsvert mikið af því, en þetta smátt og smátt að færast meira yfir í sjónvarpsþætti, umræður, debatt þar, netið, tölvupósta, skilaboð í síma og svo framvegis við sjáum sko, kosningabaráttu í Bandaríkjunum hefur meira og minna verið að færast í þessa og nota, tölvulíkön til þess að reikna út þessi líklegur til þess að fara að kjósa okkur eða ekki og ef hann ekki líklegur til að kjósa okkur þá ekki hringja hann, annars hringjum við hann og margir fræðimenn hafa alltaf ágjörð því sko að það sem vonda áhrif að lýðræði, þessi bara að tala við þá sem eru líklegir til þess að kjósa mann, aldrei tala við hinn, þá sem eru ólíklegir, þá sem eru á móti manni, þannig að það eru bara bergmálshellar allstaðar. En ég held að það sé alveg rétt hjá þér að auðvitað skapa það ákveðin tækifæri fyrir nýja flokka að koma inn þegar að stjórnmálaflokkarnir sem eru við völd eru búin að missa þessi tengsl út í samfélagi sem bæði bara svona tiltölulega persónuleg tengsl og líka bara þessi formlegu tengsl við almannasamtök og svo framvegis að þau rofnuðu á þessu tímabili eins og svo sem þekkjum vel það voru mjög sterk tengsl á milli verkalýðshreyfingar á Íslandi og stjórnmálaflokka. Þau tengsl á nýfrjálshyggjutímanum rofna meira á minna og eru bara mjög lítil miðað við hvað þeir voru áður. Þótt að verkalýðshreyfingin, það sem óvenjulegt í Íslandi sko mörgum Vesturlöndum alltaf hefur verkalýðshreyfingin dvínað að áhrifum mjög mikið og líka bara minnkað. Í Bandaríkjunum eru bara mjög fáir í verkalýðsfélögum í dag frá það sem var milli 1948 og það hefur alltaf verið með minna heldur en Norðurlöndin. Ísland stendur þó að því leytinu til með mjög mikla þátttöku í verkalýðsfélögum en það breytir kannski ekkert svo miklu með ef að tengsl á milli verkalýðshreyfingar og stjórnmála eru lítil. En populismi eins og ég segi kemur ekkert sérstaklega óvart í ástandi þar sem lítið traust á stjórnmálum. Það segir sig að það eru kjöraðstæður fyrir populisma því að bara samkvæmt skilgreiningunni þá populismi stjórnmálastefna sem gengur út og að segja að þessi einhver elíta sem hafi svikið almenning og populistin svo sem þá að tala fyrir hönd almennings gegn þessari spilltu elítu og svo bara mismunandi hverja populistar skilgreina sem þessar spilltu elítu, hvort að það séu ríkasta 1% eða hvort það séu stjórnmálamenn eða menntamenn eða einhverju aðrir. Þú nefndir nýfrjálshyggjuna og varst að tala að hún hafi grafið svolítið undan hlutverki hins opinbera, ríkisins og fleira voru með efasemdir að ríki gæti tekið réttar ákvarðanir.
og hennar svona meginkenning það að þessu réttar ákvarðanir teknar út á markanum. Þannig að nýfrjálshyggjan gekk út á það, svona undanfarið 40 ár, að flytja ákvarðanir sem áður voru teknar á einu lýðræðislega grunni, þar sem að fólk tók svona, þótt í litlu væri, þátt í að taka ákvarðanum með því að kjósa 4 ára fresti, að þá voru teknar ákvarðanir alls konar hluti, það var tekið ákvarðanum gengisskráningu og vaxtastig og hvar uppbyggingu félagslegt húsnæðiskerfis og tekin ákvarðanum alls konar hluti sem að á nýfrjálshyggjuárunum voru fluttað frá hinum lýðræðislega vettvangi yfir á markaðinn, sem að frá þeim stað þar sem að hver maður hafði eitt atkvæði yfir á þann stað þar sem að hver króna hafði eitt atkvæði og hinir ríkustu raunverulega réðu mestu. Þetta tímabil nýfrjálshyggjunnar. En þetta áhrif þessa tímabils, þessa svona viðvarandi vantraust á lýðræðisvettvanginn, væri ofsagt að segja að nýfrjálshyggjan væri í eðli sínu svona andlýðræðisleg, að hún væri raunverulega að draga úr vægi lýðræðisins sem kannski eina valdið sem að meginþörf almennings hefur á móti auðvaldinu, að draga sem mest úr lýðræðisvaldinu og flytja valdið yfir til auðvaldsins. Ég held að kjarninn í þessar spurningu sé hvernig skilgreinum við lýðræði nákvæmlega. Sko, við byrjum á skilgreina svona frá upphafinu, svona mikil áhersla á mannréttindi og svona mikil von að allir fengju tækifæri og allir rödd og svo framvegis. En sko sögulega séð hafa bæði fræðimenn og stjórnmálamenn mjög margir skilgreint lýðræði fyrir eitthvað þröngt. Og svona sem raunveru samkeppni elítu völd. Almenningur fá að velja sér elítu til þess. Þetta svona ein klassísk skilgreiningin á lýðræði í stjórnmálafræði bara almenningur getur ekki stjórna sjálfur, hann verður að velja einhverja til þess að stjórna fyrir sig. Þar leiðandi keppir einhver elíta hilli almennings á milli kosninga og svo framvegis. Þessi og svo kannski bara ef við stoppa þarna og segja bara þetta lýðræði, og þá þetta náttúrulega mjög þröng skilgreining á lýðræði. Þú varst eiginlega að skilgreina stjórntæki til þess að draga sem mest úr áhrifum lýðsins á samfélagið. Algjörlega. Minna ein skilgreiningin er á þessa leið, að almenningur getur ekki stjórna af því að það getur enginn tekið ákvarðanir nema að bera ábyrgð á þeim með einhverjum hætti. Og ef þú tekur ákvarðanir í gríðarg á þess að bera nokkra ábyrgð á þeim beint, þá getur ekki tekið ákvarðanir. Og þar að leiðandi segja menn að eina leiðin til þess að skipuleggja nokkuð lýðræði sé að fela einhverjum ábyrgð, og það hljóta að vera einhver elíta sem að þá keppi hilli, og það sé að þetta skipti elítu. Þú getur hent út óbærilegri elítu og fengið einhver aðra. Þannig að menn þurfa að keppa þetta og svo framvegis. Þetta svona þrönga skilgreiningin lýðræði. Og ef við hugsaum bara út frá því, þá er nýfrjálshyggja ekkert endilega andlýðræðislega í þessum skilningi. Nýfrjálshyggja hefur oft sætt sig á þetta, og það er eitt af því sem að olli fræðamönnum pínum áhyggjum undanfarið að elítur núna til bæði til hægri og einhver leyti aðalega til hægri samt. Það er ekkert rosalega margir vinstri populistar sem eru andlýðræðislegir sem stendur. Flestir þessi populistaflokkar í Evrópu eru flokkar sem vilja meira lýðræði frekar heldur en minna lýðræði. En það eru hópar hægri populista sem að hafa svona undanförnum árum verið að svona gefa skítu, og við sjáum Trump bara hvernig það fer fram núna undanfarið, sem eru svona farnir að grafa undan meira þessum lágmarksreglum, þessari þröngu skilgreiningu. Og það hefur valdið fræðimönnum mjög miklum áhyggjum að þessi vera að grafa undan þeim. En það minnir maður líka á, mér finnst eiginlega stóra atriði því bara hvað er áhugavert, hvað fræðimenn og stjórnmálamenn hafa sæst á þrönga skilgreiningu og lýðræði svo lengi. Og þessi atriði sem við nefndum í upphæði, að kúgun minnihlutahópa, ofríki meirihluti gagnvart minnihlutahópum, arðrán, ójöfnuður, slæmstaða ýmissa hópa, að þeir hafi ekki rödd í stjórnmálakerfinu og svo framvegis. Þetta eru atriði sem á stórum tímum í lýðræðisríkjum eru bara ekki eins og tals, og ekkert einhvern veginn eitthvað sem að menn hafa miklar áhyggjur af að þurfa að hrófla mikið við. Þeir eru ekki mjög uppteknir af því á stórum tímum að spyrja sig, hvernig getum við gert þetta betur? Hvernig getum við nú tryggt að við náum þessari lýðræðislegu hugsjón fram? Og þannig að þegar þú segir, er nýfrjálshyggjan andlýðræðislega, á stórum tímabilinu voru hinir flokkarnir ekkert einhvern veginn að saka þá það voru ekkert ósammála. Þeir voru ekkert... Ég var kannski að tala nýfrjálshyggju sem tímabil, þetta tímabil svona síðustu 40 árum. Já, það var gegnsýri.
var Það hafi verið andlýðræðislegt tímabil. Já, ég meina þú veist, andlýðræðislegt já, ég meina, ég held að þá getum við alveg sagt, sko, að lýðræði fram til þessa hafi nú bara verið frekar andlýðræðislegt, sko. Að það hefur bara verið svo veikt allan tíman, sko, og meira sem meðal fræðimanna, stóran hluta tímans, það bara ekkert rosalega mikil umræða hvernig getum við breytt strúktúrnum til að ná þessum markmiðum að tryggja að það sé ekki ofríki meirihluta gagnvart minnihluta og svo framvegis. Við getum verið í langa umræðu sko, meritocracy og þá hugmyndafræði og allt það, sko, sem ekki bara á nýfrjálshyggjutímanum, hún alveg lifandi frá nánast upphafi lýðræðistímans. En ég held sko það sem áhugavert í þessu hversu lítið lagt upp á því að hugsa hvernig getum við breytt þessum kerfum af því að það svo augljóst. Ég meina, það komin 230 ár að þá þetta kerfisbundin vandi, sko. Þetta getur ekki verið við séum bara alltaf svona óheppin með það sem við kusum, sko. Við erum búin að kjósa svo oft að það er útilokað að þetta sé bara svona óheppin, svona raðóheppin að við erum alltaf að kjósa yfir eitthvað ranga lið. Við bara náum einhvern veginn ekki að velja að þetta er liðið sem að myndi redda þessu. Nei, það eitthvað bundið í og það var það sem að menn voru benda á í byrjun 20. aldarinnar. Þetta sem ég nefndi áðan. Með að sé ákveðin ólígarkísk tilhneiging í lýðræðisstofnunum og í svona í píramídstofnunum eins og þeim stilt upp í dag. Að þetta bara fer alltaf í það átt. Og svo hitt að það náttúrulega mjög mikil áhrif fjármagns á stjórnmál og það hluta til kemur ekkert á óvart. Mjög mikilvægir hagsmunir allra í öllum lýðræðisríkjum hvernig efnahagslífinu gengur. En áður en ég spyrði að því hvað við getum gert til þess að bæta þetta, þá langar bara aðeins að pröfa aftur hérna með nýfrjálshyggjuna og þetta með að það hafi verið teknar ákvarðanir frá lýðræðisvettvangnum, að þú getur líka veikt lýðræði með því, ekki bara með því hvernig staðið að valinu innan lýðræðisvettvangsins. Ef við förum aftur til 1980 til þess á Íslandi, þá voru ennþá stór hluti af atvinnulífinu var í félagslegum rekstri, var raunverulega lýðræðisleg fyrirtæki, samvinnu fyrirtækin, þó að þau hafi orðið fyrir mikið fyrir sko járnkrumlu klíkuvæðingarnar eins og stjórnmálin sjálf og svo vorum við með bæjarútgerðir og svo vorum við með ríkisrekstur og söngta þessu til ennþá, blessunulega hitaveitan ennþá sko í félagslegum rekstri og Landsvirkjun og eitthvað fleira en það margt sem hefur dottið út úr þessu, þannig að á þessum tíma, þessum síðustu 40 árum, að þá hefur farið út frá hinum lýðræðislega vettvangi þar sem að almenningur hefur eitthvað aðgengi að því að taka ákvarðanir þróunina. Alls konar ákvarðanir sem áður voru á vettvangi hins lýðræðislega vettvangs en hafa verið fluttar út á markaðinn fyrir hinn ríkur umverulega til þess að taka ákvarðanum. Og svo líka, ég veit ekki hvað, sko, ég held til dæmis í sjávarútvegi hafi það verið nærrið í að sko félagslegur rekstur hafi verið sko helmingurinn á útgerðinni svona 1970 og það ekki fyrir svona 1980 sem að bæjarútgerðina fara að hrynja og svo samvinnuútgerðinar sumar reynda til ennþá og kannski minna í öðrum atvinnugreinum en það sýnir svolítið sko umfangið af félagsvæðingu atvinnulífsins sem aftur má rekja til þess sem við vorum að segja áðan með stjórnmálaarm hinna stóru almannasamtaka, verkalýðshreyfingar og samvinnuhreyfingarnar að þessi félagsvæðing atvinnulífsins var afleiðing af styrk þeirra í samfélaginu. Já, það er ekki deilt þetta sérstaklega meðal fræðimanna að það hafi verið færðar stórar pólitískar ákvarðanir frá lýðræðisvettvangnum yfir til markaðar eins og þá í hendur fyrirtækja. Það er ekki deilt þá. Þess vegna sagði ég áðan að í raun og veru veldur þetta á því hvernig þú skilgreinir lýðræði. Sko. Ef þú skilgreinir lýðræði er svona þröngt sem bara einhverja samkenni milli elítu hilli, að þá getur þú sagt, ég meina að nýfrjálshyggjutíminn er bara enn eitt tímabilið í mjög veiku lýðræði og ekkert eitthvað meira eða minna ólýðræðislegt út frá þeim sömni. En ef þú skilgreinir lýðræði út frá einhverju markmiðum frekar að tryggja allir eigin rödd, tryggja að hagsmunir verðsettu sér í forgangi og skilgreinir lýðræðið svona með víðari skilgreiningu heldur en bara svona þröngt, einhverja samkjöpa svona minnihátt, svona lágmarksreglur sem það verður að fylgja, svona liberal democracy. Að þá er augljóst að nýfrjálshyggjan er ekki tímabil, það sem er verið að auka rödd almennings í stjórnmálum, sko, og það er ekki tímabil sem er aukin áhrif almennings í fyrirtækjum eða efnahagslífinu, það er minni áhrif almennings og verkafólks
í ákvörðunum í viðskiptalífi og fjárfestingum og svo framvegis, það minnkað á þessu tímabili. En á móti getur það líka sagt að á tímabilinu undan, og það náttúrulega verið gagnrýni á það líka, að þú þurfti flokkskírteini til þess að fá aðgengi á fjármagni og svo framvegis, að það var heldur ekkert endilega mjög lýðræðislegt mikið af því sem var í höndum ríkisvaldsins. Þannig að það ákvarðanir sem voru teknar þó svo að það hafi verið samtala milli almannasamtaka og ríkisins, að þá má líka gagnrýna bæði lýðræði í almannasamtakunum og hjá ríkinu og því samtali að það hafi ekki verið fullnægjandi. Það er sama klíkuvæðingin og þú ert að lýsa sem átti sér stað inn í samvinnuhreyfingunni og inn í ríkisfyrirtækjum og sveitarfélögum. Þannig að það í sjálfu sér ekki vandamál. Það er vandamál sem við höfum í öllu mannlegu samfélagi. Þannig að við getum ekki afskrifað eitt formið af því vegna þess að klíkuvæðingin draf það. Af því að það áviður öll mannleg samfélög og mannleg kerfi að þau verða klíkuvæðinguna bráð. En mannleg kerfi ákveðin gerð, ég er ekki alveg tilbúin til að gefast upp og segja að þessu öll kerfi og allar tegundir samskiptaforma milli fólks sem leiði endilega til klíkuvæðingar eða ólígarki. Þannig að ég held að við þurfum að, ég tel að það sé aðeins meiri von heldur en svo að við séum bara föst í því að sé alveg sama hvað við gerum, hvernig við breytum stjórnmálum. Við endum alltaf með ólígarki og einhverju klíkuvæðingu og skort á lýðræði. Ég ætla nú ekki að ganga svo langt, ég var bara að þessi kerfi, samvinnuhreyfingin eða verkalýðshreyfingin eða sveitarfélögin, þau höfðu ekki varnir til þess að verjast klíkuvæðingunni, til dæmis. Á þeim tíma og þetta bara, já, það er viðvarandi vandamál og hefur verið eins og menn bara greindu strax í upphafi, hefur bara verið viðvarandi vandamál, er að ná ekki að fá fram raddir allra og það er vegið þungt og tryggja hagsmuni sérstaklega en að jaðarsettu og en að verðsettu það. Það þeir sem eru svona normið í samfélaginu vaða yfir allt og alla og sýna ekki nægilega mikinn skilning og svona samhyggju gagnvart öðrum og það er bara síðan misjafnt svona sveiflast milli tímabila í hverju það felst en eins og ég segi, við mögum ekki bara segja að þetta er ekki bara niður við, sumt hefur mjakast áfram og svo framvegis. En eins og staðan í dag, þá stendur lýðræðið höllum fæti og það er, fræðimenn, þeir deila ekkert það lengur. Þeir voru svona deilt það svona á árinu 2017 en síðan þá að það eiginlega allir bara sammála að lýðræðið sé jafnvel bara í stórhættu. Þá skiptum við gír og þá spyrjum við Kristinn, nú viljum við bara meira lýðræði, við viljum meira frelsi fyrir fleiri og hvað getum við gert í því? Hvaða tæki höfum við til þess að bæta lýðræði? Já, fyrsta augljósa svarið eru öflug almannasamtök í sterkum tengslum við stjórnvöld. Það er fyrsta svona augljósa svarið er að það er mjög mikilvægt af því að lýðræði krefst þess að framkomi hugmyndir grunnhugmyndin lýðræði er samkeppni hugmyndir að gera lífið betra fyrir alla í samfélaginu og sérstaklega það sem eru vestar. Það er grunnhugmyndin hvað stjórnmálaflokkar eiga alltaf að gera. Þannig að draumsýnin lýðræði ætti að vera sú að í hverjum einustu kosningum ættum við að vera með brjálaða valkvíða. Við ættum að vera með hlaðborð af frábærum hugmyndum hvernig lífið gæti verið miklu betra heldur en það var við síðustu kosningar. Ég held að þessi nánast engin Íslendingur sem fara inn í kjörklefann svona. Það eru mjög fáir Íslendingar sem eru í miklum valkvíða vegna þess að þeim finnst allir kostinir svo frábærir. Það var grunnhugmyndin. En lykilatriðið er að við verðum alltaf að vera að fá einhverjar nýjar hugmyndir. Við verðum að fá nýjar hugmyndir hvernig við getum gert betur. Og það átti að vera hlutverk stjórnmálaflokkanna að gera það og það hefur eitthvað brugðist þar. Það held ég að segja alveg augljóst. Það hefur eitthvað brugðist í þeirri vinnu stjórnmálaflokkana að vera alltaf heiðarleg og virk í þessari vinnu að finna nýja leiðir til þess að gera lífið betra og allt betra í samfélaginu. Örugglega fólk í stjórnmálaflokkum sem ósammála en almenningur að minnsta kosti upplifa alls ekki þannig að það sé í raun. Og þess vegna nefni ég almannasamtökin því að almannasamtök, sterk félagasamtök, samtök almennings geta leikið stórt hlutverk í þessu að vera að hugsa hvað er það sem vantar upp á hvar kreppir, koma fram með upplýsingar hvað sé að og það gert ágætlega en þurfa líka kannski að vinna meiri vinnu í því að hugsa hvernig getum við gert hlutina öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir stundum þessu almannasamtök hugsa svolítið þröngt, þurfum líka að hugsa svolítið vítt hvaða breytingar þurfum að gera á stjórnmálakerfinu, efnahagslífinu og svona á þessum kerfum okkar
til þessu hlutina. Þannig fyrsta svarið öflug lýðræðisleg almannasamtök og þau þurfa að vera í sterkum tengslum við og hafa aðgengi að stjórnvöldum. Eins og við þekkjum það alveg frá. Það var vel þekkt fyrir hrun og að hagsmunasamtök, fyrirtækjaeigenda, verslunarráð og samtök atvinnulífsins komu mjög mörgum af sínum hugmyndum í gegn og hafa látið sig varða mjög mörg málefni í samfélaginu og meðan það hefur kannski aðeins dregið úr því að vissu leyti á undanförnum áratugum að almannasamtök sinni þessu hlutverki. Þannig að það eitt svarið. Og það líka bara nauðsynlegt í öllum lýðræðissamfélögum að það sé mjög virk samræða meðal almennings sína hagsmuni og hvernig hægt sé að feta slóðina áfram fram á við. Það fyrsta. Annað atriðið sem svona augljós, sem mjög margir fræðimenn benda á, sem bara að mynda veggja á milli stjórnmála og fjármagns. Það bara eins og þetta náttúrulega sérstaklega gagnrýni í Bandaríkjunum svona gríðarlega mikið af fjármagni sem dælt inn í kosningabaráttur og stjórnmálaflokka og það svimandi háar fjárhæðir sem að liggja á bak við það að geta unnið bara prófkjör eða kosningar að einhverju leyti. Þannig að eitt svarið að byggja mjög sterkar baráttur. Það eru miklu meiri hömlur og svona á Norðurlöndum til dæmis og víða í Evrópu. En það eitt dæmi, við erum búið til frekari hömlur og mjög miklar hömlur á áhrif fjármagns inn í stjórnmál með einhverjum hætti. Og það ekki bara peningalega, eins og hér myndi ég halda að flestir upplifa það sem var ekki svona stórkostleg peningaleg tengsl, sérstaklega eftir að flokkandi fóru að fjármagna sig bara beint út ríkissjóði. En hins vegar það þarna eins og þú bentir á að verslunarráð státa sig á því að í allt sem þau leggja til verða lögum og við þekkjum dæmi þess að hagsmunasamtök hafa bara sami lög og við þekkjum dæmi þess að auðugt fólk hefur bara hringt og pantað reglugerðir og lagabreitingar. Þannig að við upplifum kannski meira þessi svona að það engin þröskuldur eiginlega milli krafna hinn auðugustu fjármagnseigandana og allra stærstu eiganda, allra stærstu fyrirtækjana og stjórnvalda. Frekar heldur en að það sé endilega þannig að það sé verið að fjármagna ótrúlega kostnaðarsamar kosningabaráttur eins og kannski raunin í Bandaríkjunum sem eiginlega erfitt að vera í stjórnmálunum nema að eiga nokkra milljarða. Já. Og það mætti víka út, annað sem menn hafa nefnt í þessu eru fjölmiðlar. Mjög margir fjölmiðlar á Vesturlöndum eru í eigu auðugra, mjög ríkra aðila, eða stórfyrirtækja og á Íslandi þá eru við með fjölmiðlar líka sem eru í eigu stórfyrirtækja og auðugra líka. Þannig að það líka sá þáttur að geta haft áhrif á umræðuna og stýrt henni í gegnum fjölmiðla. Þannig að sumir fræðimenn hafa kallað eftir því að þau þurfa að stokka upp fjölmiðla og hafa mjög dreift eignarhald á þeim eða þeim sem stýrt með einhverjum öðrum hættum í gegnum styrki eða dreifða eignarhald almennings eða þurfa að vera í eigu starfsmanna sinna og svo framvegis. Þannig að það síðan annar þáttur í þessu. Fleiri atriði sem við getum gert til þess að dýpka lýðræði aukin aðkoma almennings að stjórnmálum. Og í því horfa menn helst til þess að nota svokölluð slembivalin rökræðuferli. Á Íslandi mjög mikið talsvert hávært ákall eftir því að nota meira kosningar, það að segja þjóðaratkvæðagreiðslur og eða persónukjör. Ég held að segja ágætt að byrja aðeins að tala að í fræðunum ekki margir mjög spenntir fyrir auknu vægi þjóðaratkvæðagreiðslur. Og ástæðan sú að kjósendur eru yfirleitt frekar lélegir kjósendur. Og í þjóðaratkvæðagreiðslu leiða í raun og veru fram óupplýsta afstöðu almennings. Því almenningur ekki líklegur til þess að setja sig mikið inn í einstök mál og þar af leiðandi kosningin svona viðbragð, svona bara, akkurat bara svona hljóðneminn settur fram í andlitaður og svaraði og það ekki af yfirlegu ráði, þetta ekki vöndu umræða og svo framvegis og líka rannsóknir sýnt að þessi tiltölulega auðvelt að hafa áhrif á kosningar í þjóðaratkvæðagreiðslum í gegnum fjölmiðla og auglýsingar, herferðir og svo framvegis. Þannig að svona almennt séð með því ekki sagt að þjóðaratkvæðagreiðslur geti ekki leikið neitt hlutverk, en svona almennt séð eru fræðimenn mjög skeptískir á að auka verulega hlutdeild þeirra í ákvarðanatöku. Þannig að þess vegna horfa menn frekar til ferla eins og slembivalna rökræðuferla, þar sem að þú tekur þversnið á almenningi, reynir að búa til þversnið. Þetta svona pínu útgáfa af almenningi, kemur þeim saman í herbergi og þau hlusta þá á upplýsingar,
rök með á móti, staðreyndir, hlusta á hagsmunaaðila með á móti og afla sér upplýsingum málið. Koma svo saman og þeim stýrt mjög vandlega með vandaðri umræðustjórn, sem tryggt að allir hafi rödd, það sé ekki bara hvítu menntu strákandi sem að taka stjórnin í herberginu, heldur allir hafi jafna rödd og tryggt að öll sjónarmið heyrist og tryggt að menn sé að svara og hlusta á sjónarmið annarra og ekki bara vaða áfram og koma síðan að niðurstöðu og reyna að komast að niðurstöðu, finna rök með á móti og sjá hvernig landið liggur og komast að niðurstöðu. Ég held að við erum núna komið með nokkra áratugi á rannsóknum á þessum ferlum og þær gefa bara talsvert góða raun. Þannig ég held að þar sé tækifæri til þess að nýta þessi tól, þessi slæmbjöldurarkröfuferli til þess að auka aðkomu almennings að ákvarðanatöku í stjórnmálum og það má gera á ýmsa vegu. Ein hugmyndin sem hefur sett fram að vera með efri deild í þingum sem slæmbjöðvalin. Þannig að stjórnmálaflokkarnir eru áfram kosnir, þeir koma áfram fram með hugmyndir mál og frumvörp og leggja þau fram og deila þau og breytingatillögur svo framvegis, en síðan þurfa þau að hljóta náð almennings fyrir ofan. Þannig að með þessari leið þá færi ekkert í gegnum þingið nema fara í gegnum nálarauga slembivalins þverskurðar almennings sem myndi þá alltaf koma saman og þurfa að segja já, okkur líst vel á þetta, þú getur gleymt þessu, þetta kemur ekki hérna aftur, þetta getur bara farið og grafið ofan einhverju skúffu. Og svo það ein hugmyndin, en það má nýta þetta tæki á mjög marga vegu. Í Bandaríkjunum þetta nota bara alltaf þegar það kosið einstök mál. Í Oregon þá alltaf kallaði saman svona hópur, þannig í Bandaríkjunum kosið á löglega marihuana og banna erfðabreyttar lífverur í þessu fylki og svo framvegis. Og þá alltaf kallaði saman svona hópur og hann veitir síðan upplýsingar til almennings og svona reynir að gefa honum leiðbeiningu hvernig hann að kjósa. Og það þá hugsað sem tækið hann, þetta er búin að blanda saman almennum atkvæðagreiðslum, þjóðaratkvæðagreiðslum og slembivaldi, þar sem að slembivaldi-hópurinn hefur það hlutverk að reyna að upplýsa kjósendur hvernig þeir eiga að kjósa og hvað séu aðalatriði. Svo mætti hugsa sér að nota þetta bara að láta svona hóp hafa dagskrárvald á þingi og svo framvegis. Þess vegna getur þingnefndir verið slembivaldar og þannig að þær sé að vinna mál og svo framvegis. Það margar útfærslur að nota á því á þessu slembivali og þessum slembivaldi. Kannski gallinn, Kristinn, og ástæðan fyrir því að lýðræðið þróast hægt að til þess að ná fram þessu breytingu þá þarf það að ná raunverulega völdum í gegnum gamla kerfið og á leiðinni til þess að þá verður hluti af kerfinu. Þannig að þá er spurningin hver ætti að koma fram þessar kröfur. Við höfum talað svolítið launafólk og verkalíf og þá sem standa höllum fæti í samfélaginu og standa lakar. Er það hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að koma með kröfur breytingar á lýðræðiskerfinu þannig að það þjóni betur þeirra félagsmönnum heldur en ekki bara hinnum betursettu? Kann það ná að koma fram þrýstingur á þessar breytingar? Því að vandinn eins og ég var að segja, að til þess að gera þetta bara gegnum þingið að þá þarftu að fara í gegnum gamla kerfið og við þekkjum það að það eru líkur á því að þú verðir eins og kerfið á leiðinni. Það er bara þó nokkuð. Já, ég held að blasi við að þessi einleið að þessi krafa komi frá almannasamtökum, hvort sem verkalýðshreyfing eða einhverjum, þegar náttúrulega með öflugustu almannasamtökum í Íslandi verkalýðshreyfingi og takmark og markmið verkalýðshreyfingar að tryggja hag félagsmanna sinna og ef verkalýðshreyfingin telur að hagsmunum sínum sé betur borgið með aukinni aðkomu almennings í gegnum slík ferli og þá náttúrulega ekki spurning að verkalýðshreyfingin ætti að taka þetta mál upp á sína arma. En það getur verið hversum önnur og það er stjórnmálaflokkum náttúrulega alveg í sjálfsvald sett en það er alveg rétt það er náttúrulega minni líkur að fólk fari í stjórnmálaflokk til þess að leggja það til að völd þeirra séu takmörkuð eða fjarlægðar. En bara það er svona frekar ólíklegt að fólk nenni að fara í stjórnmálaflokk til þess að berjast nákvæmlega fyrir því en það er ekkert útilokað að svo krafa komi það. En að því að stjórnmálaflokkur þeir náttúrulega líka gera sér grein fyrir því og þeir tala það mjög mikið undanfarna mánuðum þeir verði að auka traust og endurnýja lýðræðið og svo framvegis. Þeim sem alvara í því þurfa náttúrulega að horfa á leiðir til þess að dýpka lýðræðið og með þau líka, ég held má ekki vanmeta það við þessu leyti, stjórnmálamenn hafa hér tækifæri til þess að gera sögulega breytingar í þágu almennings. Þessi stjórnmálamenn, það er engin stjórnmálamaður sem myndi segja að hann var ekki að starfa í þágu almannaheilla. Við vitum náttúrulega ekki satt í öllum tilvikum en það er engin sem myndi opinberlega koma fram og segja nei, ég er ekki að því.
Ég á móti almenningi. Þannig að stjórnmálamenn þurfa náttúrulega að taka alvarlega þetta mikla vantraust og þess að lýðræði standi höllum fæti í dag. Má ég spyrja þig, finnst þér þið gera það? Mér stundum eins og stjórnmálamenn tala þetta eins og það þurfi bara að uppfræða almenninga. Þetta sé röng afstaða almennings að treysta ekki stjórnmálunum. Að við verðum að upplýsa almenning meira hvernig við störfum á þinginu og hvað við erum að hugsa. Þannig að vandinn sé raunverulega almennings, hann sé illa upplýstur og þess vegna sé hann þessu afstöðu. Já, ég verð að segja að það frekar vandræðandi. Maður heyrði þetta oft, sko, að þetta sé raunverulega allt í lagi, sko. En það er svolítið súrt einhvern veginn, eins og þú veist, þegar maður rekur bara þessu sögu, sko, að 1820 og eitthvað, að þá fólk að tala að staða svartra og minnihlutahópa sé slæm, sko. Það er 2020 núna, sko. Og við erum ennþá þar. Við erum ennþá að tala sömu hlutina. Og það er bara mjög erfitt að hlusta á einhvern stjórnmálamann koma fram og segja þetta er bara einhver misskilningur, almenningi, þetta er allt í bara toppstandi hérna. Það gengur ekki, sko. Það getur vel verið að sé einhver misskilningur í almenningi með einhver einstaka atriði, sko. En stóra myndin, hún er nokkuð ljós, sko. Og það er bara alveg hafsjór af rannsóknum á því að staða almennings og jaðarsettra hópar sérstaklega í lýðræðisríkjum er bágborin mjög oft og þau búa mjög erfið kjör. Þeirra rödd heyrist ekki í stjórnmálum, mígrútur af rannsóknum það, meðan raddir annarra vega mjög þungt þeirra sem að hafa það hvað best. Þannig að það er mjög erfitt einhvern veginn, þú veist, að færa rök fyrir því að þetta sé allt í himnalagi, sko, þetta sé bara einhver misskilningur hjá almenningi. Það er samt alveg rétt hjá stjórnmálamönnum svo sem að kjósendur eru lélegir kjósendur. Við höfum alveg rannsóknir sem sýna fram á það að sitjandi valdhafar eru líklegir til þess að fá fleiri atkvæði að fótboltaliðið vann innan við viku frá kosningum, sko. Þannig að við verðum líka að taka á okkur sem kjósendur. Við erum ekkert alltaf mjög góðir að kjósa, sko. Það er því miður, sko. Þannig að það er rétt. En það eru þá rök fyrir því að nota kosningar minni og það er aftur þá, slembivalið, er leið til þess að fara fram hjá þessu svona þessum skekkjum og þessum vitleysu í okkur sem kjósendur að láta ótengda atburði hafa áhrif á okkur eða bara hlaupa, þú veist, gefa svona fyrstu viðbrögð á þess að hugsa málunum vel, skilur við, að komast frá niður. En ef stjórnmálamenn hafa raunverulega áhyggjur af því og hafa raunverulegan áhuga á því að fá fram upplýstan almenning og fá fram upplýsta umræðu, þá ættu þeir einmitt að vera hrifnir að nota slembivalinn rökræðaferli meira til þess að fá fram upplýsta afstöðu almennings í málum og þá fylgja henni eftir. Í lokin, Kristinn, þú hefur búin að lýsa að það er margt að lýðræðinu og þá langar mig að spyrja, er þetta mikilvægt að við lögum lýðræðið til þess að við getum bætt samfélagið og er það áríðandi? Því það er stundum sem að við getum eitt löngu tími í að ræða ýmislegt sem að betur mætti fara og svona, en núna eru það er margt mikilvægt sem er á borðinu, þannig að mér langar bara að spyrja því, er þetta sem við höfum að ræða hér í kvöld, er þetta mikilvægt samfélagslegt mál og er þetta áríðandi að við lögum lýðræðið? Já, við erum búin að bíða í 230 ár eftir að fá þetta í lag, sko, þannig, þú veist, við erum búin að bíða í 230, við getum svo sem fært rökin fyrir því við getum beðið í önnu 230, en mér er það bara kjánlegt, sko, ég held að það sé mjög áríðandi að við klárum þetta mál að koma einhverju alvöru skikki á þessi lýðræðiskjör og förum að svona feta okkur í rétt átt. Við höfum ekki gert neinar meiri háttar tilraunir til þess að breyta þessum kerfum nýlega. Það hefur bara ekki verið gert. Ég held að þessi löngu komin tími til að við förum í skrefum að að gera tilraunir til þess að auka aðkomu og tryggja rödd sérstaklega þeirra sem hafa það hvað verst, eins og þeir hafa orðið undir á lýðræðistímanum og eru ennþá undir. Þeir sem hafa lægstu kjörin, þeir sem eru jaðarhópa, þeir sem eru ekki hvítir, konur og svo framvegis, hafa staðið höllum fæti allt þetta tímabil. Þannig að svarið er augljóst, já, þetta er aðkallandi, mikilvægt og áreiðandi að þessi ráðist í það að dýpka lýðræðið á næstunni og við höfum að gera það, við höfum að vanda okkur og við höfum að gera það með tilraunum og í skrefum og svo framvegis en við verðum að taka skref núna í rétt átt í þessum efnum.
Kærar þakkir, Kristinn Már. Við ætlum að halda áfram að ræða lýðræðismál. Næsti kafli verður á mánudaginn næsta, þá mætir Vilhjálmur Árnason heimspekingur og við munum ræða ýmsar hliðar lýðræðis og stjórnmála og kannski ágalla stjórnsýsluna líka. Hann nú mikið þetta fjallað og er höfundur siðfræði kafla rannsóknarskýrslu Alþingis eftir hrunið. Það verður áhugavert spjall sem þá. Á morgun allt annað á dagskrá hjá Rauða borðinu, þá hefðbundinn föstudagsþáttur þar sem að mæta fastagestir mínir og tala samfélagsmálin af miklum slætti. En þetta ekki eina sem í boði í samstöðunni. Í kvöld verður kaffistofan klukkan 10 þar sem að gestir Katrínar Baldursdóttur verða margir verkalýðsforingjar. Það verður Drífa úr ASÍ og Sonja úr BSB og Ragnar Þór úr VR og Villi upp á Skaga og Kúti af Húsavík sem að munu fara yfir stöðuna og horfa kannski til næsta árs. Á morgun verður öryrkjaráði líka klukkan 3, það verður Hinn Reykjavík klukkan 5 og eins og ég sagði áðan þá verður Rauða borðið klukkan 8 annað kvöld. En þið getið nálgast alla þessa þætti og inn á síðu samstöðuna bæði á Facebook og YouTube og Rauða borðið líka aðgengilegt á podcasti. En ég þakka fyrir í kvöld.